Smiðjuna og Blómavað. Komið sæl. Við sjáum að það er svona dálítið lægðadra sem er yfir landinu og það var frekar þungbúið svona víðast hvar. Það svona sást eitthvað til sólar austast á landinu, enda hitinn, hann var hæstur þar, eitthvað í rúmlega 18 gráður við Egilsstaðaflugvöll. En það er svona lítið lægðarbóli hér á vestanverðu Grænlandshafi sem svona kemur aðeins til okkar með dálítið úrkomu annað kvöld. Hæð hér sem í norðvestur hluta Evrópu svona heldur aðeins á móti en svona gefur sig aðeins og fikrast til austurs smá saman. En síðan lægð þarna aðeins myndalegri sem skammsuður af Hvarfi sem kemur svo meira við sögu svona næstu daga. En sjáum hér að það er svona svalt loft í kringum þessa lægð, þannig að það svona kólnar örlítið hjá okkur, ekki mikið en gerir það svona tíma allavega. Og undir kvöld þá sjáum við það almennt séð ský á landinu og svona víða dálítil úrkoma, smá súld eða lítsháttar rigning, en dregur nú úr úrkomunni svo almennt séð og ætti að hanga þurr hérna í fyrramálið víðast hvar. Má alveg reikna með samt einhverju þoku, sérstaklega hérna við austurströndina og kannski norðurströndina einnig. En ef við höldum svo áfram að þá þetta svona lítilsháttar skúrir, smá skúrir sem myndast yfir daginn og rólegheita veður, almennt sé skýjað, ætti nú ekki að sjást mikið til sólar á morgun, gæti nú samt myndast einhverjar glufur svona í smá tíma hér og þar. Hitinn verður svona líklegast hæstur hérna á Norðausturlandi, en síðan sjáum við hér litla lægðarbólu sem kemur annað kvöld með meiri úrkomu, en þegar kemur fram á föstudaginn þá nú talsvert bjartara, smá skúrir þá sérstaklega vestan og sunnan til á landinu og gæti gert góðar sólarglennur svona inn á milli og svona aðeins þungbúnara hér fyrir austan en úrkomu lítið. Það verður svona viðlóðandi þoka líklegast við norður- og austurströndina sérstaklega. En síðan þegar kemur fram á laugardaga þá verður svona dýpri lægð hér suður á landinu og með vaxandi þá austanátt hjá okkur, strekkingsvindur hérna við suðurströndina, en annars yfirleitt hægari og það svona einhver úrkoma sem fylgir þessu, ekki mikil. En það getur reiknað með svona rigningu með köflum hér allavega sunnan til á landinu. Við sjáum hana hér, það þétt á milli þrýstilína, þannig að það svona hvessir víða á landinu með þessari lægð og yfirleitt svona aðalúrkomun þá sunnan til, en síðan smá sem færist hún til norðurs, þannig að það má alveg reikna með einhver rigningu á sunnudaginn þar og sjáum það svolítið stífur vindur hér, norðaustanvindur norðan og norðvestan til á landinu. Hitatölur svona á uppleið, hún dregur svona aðeins hlýra loft með sér, þannig að það hlýnar aftur hjá okkur. Sjáum þessa hæð þarna, hún veldur því að það mjög hlýtt víða vestan til í álfunni, lægð hér yfir Rússlandi og það myndar hér svolítið svona streng hér, norðan streng og hérna við Eystrasaltið. En við sjáum hér 30 gráður í London á morgun sem nú ansi hátt og síðan nú einhverjir skúrir svona víða dreif hér á Ítalíu, Balkanskaganum og eitthvað á Íberíuskaga, 40 gráður síðst þar, ekkert af veðrinu hér í Kanaríum og síðan lægð hér á sveimi í norðaustur hlutanum í Norður-Ameríku og við sjáum hér kuldaskil og víða nokkuð góða dembur í þessu, en svona minna gerast þegar vestar dregur. Sjáum að þessi lægð hún dregur upp svolítið hlýtt loft hér, þannig að það 30 gráður víða svona austast á svæðinu og síðan einnig mjög hlýtt hér í suðvestur hlutanum. En það verður áfram þungbúið hjá okkur og svona lítisháttar væta svona af og til og svona frekar rólegur vindur, en látum þetta gott heita. Verið sæl.